Freyja Haraldsdóttir, gjörðu svo vel. Já, kæru vinir. Mig langar að byrja að þakka Silvíu fyrir að gera grein fyrir okkar vinnu og alveg fyrir skemmtilegt og gott samstarf áfram í þessari viku. Og svo auðvitað ykkur fyrir allar athugasemdirnar sem við erum búin að fá og viljum vinna úr áfram. Ég held að getum alveg poppað að þetta tekur smá tíma. Þetta svolítið mikið. Ég skal reyna að fljótt. Mig langar bara til að byrja á að spyrja svona út í loftið, kannski. Of miklar kröfur til ríkisins og of litlar kröfur til borgarana. Ari, þú komst eitthvað inn á þetta. Og ég get bara með engu móti almennilega skilið hvernig borgarnir eiga að geta uppfyllt sínar kröfur ef það hefur ekki tækifæri til þátttöku í samfélaginu, ef það hefur ekki réttindi til þess að byggja á, til þess að lifa sómasamlegu lífi, þá bara get ég ekki séð hvernig við eigum sem borgarar að geta uppfyllt okkar skyldur, bara því miður. Og ég velti fyrir mér þegar við tölum hvort þetta sé of mikla kröfur til ríkisins, erum við með svona mikla minnumáttarkennd? Höfum við það litla trú á okkur og svo mikla minnumáttarkennd að við teljum okkur ekki geta framfylgt því sem aðrar þjóðir hafa gert? Erum við bara alvörinni stödd þar og þurfum við það ekki bara að fóra sjálfstyrkingarnámskeið? Og svo bara langar mig að ræða bænaskjalið. Ég fekk svona talsverða gæsahúð þegar þetta kom upp á yfirborðið og mér finnst það, við erum aðeins að hugsa hvað erum að segja. Þegar við segjum bænaskjalið þá erum við að stilla upp borgurinn við þjóðfélaginu sem þiggjendum og einhverjum svona bettlurum fyrir sínum eigin réttindum og sínum eigin möguleikum í þjóðfélaginu og gagnvart stjórnvöldum, einhvern svona hið aðra á lægra, einhvern veginn. Þannig upplifum ég það og þannig að, ef við ætlum að fara að tala um eitthvað svona skjal, þó að í mínum huga setja sáttmáli okkar allra og eins og Katrín Oddsdóttir minnst á og fjallaði sem í upphafi okkar vinnu að það hugtak, og það er kannski einmitt orðið til þess að nota. En ef við ætlum að fara að tala um eitthvað skjal, þá bara er þetta kröfuskjal. Þetta er kröfuskjal okkar allra það hvernig samfélag við viljum búa í. Þetta er engar bænir. Bara, sorry. Þetta bara fyrir rosalega í taugarnar á mér að tala svona. En í fyrsta lagi er þetta bara okkar sameiginlega verk og sameiginlega niðurstaða það hvernig við viljum byggja okkar samfélag. Og langar að fjalla heilsu ákvæðið ég get náttúrulega að fara yfir í margt, en mér langar sérstaklega að fjalla það og þetta að fólk skilur ekki alveg hvað þýðir þetta heilsa hæsta marki sem undir er og af hverju ekki bara tala um heilbrigðiskerfi og það framvegis. Í fyrsta lagi þá verðum við að treysta fólki sjálfu til að meta það eða þeirra nánustu aðstandendum þegar það á við, til að meta hvað er þetta hæsta mark. Við vitum það örugglega öll sjálf í okkar eigin skinni hvenær við búum við heilsu mikla eða litla. Og við leitum til læknis eða til að fá eftir aðstoð flest okkar þegar okkur finnst heilsu okkar einhvern veginn ógnað og líður ekki vel. Þannig við þurfum ekki alltaf að fá taugafall yfir eitthvað þetta hæsta marki sem undir er. En svo langar við líka bara að tala um að það að tryggja heilsu, heilbrigðiskerfi eitt og sér getur ekki bara gert það og það er ástæða fyrir því að mannréttindasamningar hafa talað sérstaklega um heilsu og svo heilbrigðiskerfi. Og við fengum athugasemdir til dæmis frá Oddný Mjöll það að við værum í rauninni að stíga miklu skemur ef við myndum bara að tala um heilbrigðiskerfi heldur en að tala um heilsu. Og við langar bara að nefna dæmi með til dæmis forvarnir og fræðsla. Umferðarskóli barnanna og vímuefnafræðsla og geðrækt, umræðum geðrækt sem hefur verið í samfélaginu
og umfjöllun náttúruna og upplýsingagjöfum til okkar hana og hvað hún skiptir upplýsingagjöfum mannréttindi. Þetta allt eitthvað sem getur tryggt okkur betri heilsu. Út af því að það veitir okkur upplýsingar til þess að kunna betur á hvað verndar heilsu okkar og hvað ekki. Og svo náttúrulega líka bara óhefðbundnar lækningar til dæmis eða aðstoð sem sum okkar viljum frekar fara nudd heldur að fara á sýklalyf eða sum okkar viljum frekar nota graslækningar og svo framvegis. Og það ekki alltaf viðurkennt innan heilbrigðiskerfisins. Og að mínu mati þá fólk ekki að valið það hvaða leið það fer til þess að efla sína heilsu eða viðhaldinni. Og svo náttúrulega bara öryggismál. Ég meina það ýmislegt sem við erum að gera í samfélaginu sem að kemur í veg fyrir slys inn á heimilum, skólum, út í umferðinni og þetta allt eitthvað sem tengist því að við erum að tryggja betri lýðheilsu og heilsu hvers og eins. Og þetta ekkert svona rosalega flókið af því að margir staðlar það verður unnið mikið í mörgum þessum þáttum og það til staðar þannig að við getum haldið áfram bara að nota það og byggja það upp til þess að geta staðið undir þessu ákvæði. Og það ýmsar alþjóðastofnanir og staðir hérna heima sem hafa skilgreint hvað við þurfum að gera og geta leiðbeint okkur í því. Þannig að ég sé ekki vandamálið varðandi heilsugreinina. Og svo bara aftur að heilbrigðisþjónustan, heilsugæslan, spítalarnir og svo framvegis, þeir græja ekki allt þegar varða heilsu og það oft þannig líka að það ekki nóg við getum bara að leita til einhvers þegar við erum orðin veik. En þegar við erum slasast. Það þarf að gera margt áður til að koma í veg fyrir að það eigi sér stað þegar það hægt. Og það oft hægt. En við gerum það ekki. Og það sem við þurfum að breyta og þurfum að leggja meira áherslu á. Og elsku Þorkell, ég bara verða að spyrja þegar hún segir að allir hljóta að skilja jafnrétti. Þú segir að allir hljóta að skilja jafnrétti. Að því trú ekki ég sé að fara þessu umræðu einu fyrir enn og ég bara svo innilega ekki nenni en ég ætla samt að gera það af því að ég trúi því að það sé þess fyrir því. En þegar við segjum að allir skilja jafnrétti þá verð ég leið að spyrja hvernig getum við sagt það þegar það þörf á jafnréttislögum og nefndum til að tryggja jafnrétti kynjanna. Og hvernig getum við sagt það þegar foreldrar mikið fatlaðra barna þurfa að berjast fyrir rétti þeirra til lífs af því að öðrum og það alveg ófötluðu fagfólki finnst líf þess ekki þess virði að lifa því. Og hvernig getum við talað að allir skilji jafnrétti þegar fatlað fólk, fullorðið fatlað fólk þarf að verða fyrir þeirri niðurlægingu á nóttinni að þau jafnvel að pissa í sig af því að það kemur engin aðstoð til að fara á klósettið. Og hvernig ætlum við að segja að allir skilji jafnrétti þegar núna síðustu vikum var að vera uppræta í Bretlandi stofnun fyrir fólk með þroskahömlun þar sem það var barið og lamið og pittað og næstum því drepið. Árið 2011 í Bretlandi. Hvernig ætlum við þá að segja að það allir skilji jafnrétti? Ég get ekki skilið það. Og hvernig ætlum við líka að segja að við getum skilji jafnrétti þegar ég get ekki oft farið út í búða og þess að einhver lappi mér og klappi mér á kinnuna og segi hvað sem allt hryggilegt sorglegt með mig og sendi mér næstu því bara samúðarskeyti á afmælisdaginn í staðinn fyrir afmæliskort. Af því það væri bara betra að ég væri ekki til. Og hvernig getum við sagt að allir skilji jafnrétti þegar foreldrar sussa á börnin sín út á götu eða í Smáralind eða Kringlunni þegar þau koma upp að mér og spyrja af hverju ertu í hjólastól eða hverju getur bara horft til vinstri. Þau eru þögguð niður, það sagt við þau, ekki spyrja, ekki horfa, ekki tala um þetta er hættulegt. Það ekki jafnrétti og það ekki skilningur á jafnrétti. Og hvernig getum við líka skilið þetta svona að allir skilja jafnrétti þegar aldra fólk hefur oft á tíðum enga stjórn á sínu lífi. Það er ekki stjórnaði hvernig það hefur heimili sitt eða flytur inn á stofnun, hvernig málum háttað þar, það ræður því ekki hver aðstoðar það, hvenar og hvernig. Og ég spyr líka þetta vegna þess að nýleg heimildamynd
upplifun svarts fólks af kynþáttahatri í nútíma þjóðfélagi sýndi það að svört börn, að þau upplifa sig skítug, ljót og ógeðsleg. Þetta er rannsóknir sem sýna þetta. Það þýðir að við skiljum ekki jafnrétti. Og okkur er ekki í Moskva á Íslandi, vegna þess að við skiljum ekki jafnrétti. Og mér finnst mjög óþægilegt að, ég held að það hafi verið þú, Páll, sem bentir á að réttindum, réttindi eins bitna réttindi öðrum, og ef við tryggjum réttindi í heilbrigðiskerfinu þá bitni það á réttindum í menntakerfinu og að við getum ekki byggt þetta allt upp án þess að það drægjur einhver öðru. Ég bara er ósammála því. Og ég er mjög þreytt á því að þetta sé viðhaft. Vegna þess að það sem ég þurft að hlusta á í mörg ár er það að ég sé að taka eitthvað frá öldruðu fólki með því að krefjast aðstoðar. Og ég er stöðugt minnt á það í okkar samfélagi hversu mikið byrði ég er og hversu frekis ég að krefjast grundvallarréttinda sem flestum hérna inni eru algjörlega sjálfsögð og þau þurfa ekki einu sinni að hugsa þau. Og það er ekki bara við mig, heldur flest fatlað fólk á Íslandi. Og fyrir ekki að ég sé svona æst, en ég bara, mér er mjög mikið leið fyrir í þessari umræðu og mér er ekki sama. Og hún snerti mig ekki bara faglega heldur persónulega. Og við verðum líka alltaf bara geta að tala peninga þegar kemur að mannréttindamálum, þegar kemur að heilbrigðisþjónustu, menntamálum, almannatryggingum. En svo tölum við ekkert þau þegar við ætlum að fara að byggja eitthvað nýtt flott hús eða þegar við höldum eitthvað boð og gerum það rosa fínt af því að við erum að drepast á sýndamennsku þó það kosti marga milljónir. Segir engin orð. Og við erum eins og Katrín Óskarsdóttir hefur bent á, við erum með lýðræði sem kostar mikið pening, en við trúum því að það skiptir máli og þá bara gerum við það þó það kostar mikið pening. Það er ekki að nutta alltaf borgurinn og andast upp úr því hvað það kostar mikið pening að það er búið í lýðræðisríki. En minnihlutahópur við nutta upp á því hverjum degi hvað það kostar að það búið í mannréttindi og það er algjörlega óásættanlegt. Og við langar svo bara að lokum að spyrja, eigum að segja stjórnarskrá stjórnvöldum ber ekki að tryggja síaukna vernd mannréttinda. Hefur gert það? Eða stjórnvöldum skulu alls ekki reyna að auka mannréttindi fólks. Því að, þú veist, ef við segjum að við viljum ekki eiga að auka það, þá erum við að segja það. Og við krefjumst framfara í tæknimálum, við viljum flottar iPoda og flottar sjónvörp og flottar tölvur og flottar húsgögn og flottar eldhúsinnréttingar, en það má ekki vera aukin vernd mannréttinda. Þetta er bara mikið spurningar sem ég ætlast ekki endilega að fá svöru hér, en við langar bara að við förum öll út með þessar spurningar. Takk fyrir.